Við myndir á skjánu hjá ykkur. Þarna, og í sjálfu sér þurfum við ekkert að tíunda hvað þetta stórt hérna. Þetta bara, þið fáið svona línunum, vínil, dúk. Sem að þarna þetta liðlega 60 sinnum 40 centimetrar. Og hérna við teiknum hérna kross á þetta og þegar við mælum línuna þá helmingum við hérna sitt hvoru megin. Það jafnt bil héðan og niður að línu og frá línu og niður. En þetta sem sagt ég tala inn á þetta líka þannig að en ég ekkert að spila það núna, heldur bara að segja ykkur svona rétt frá þessu og síðan get ég alltaf að spila þetta þegar ég farið að skrifa. En sem sagt bilið frá brún og að línu og frá hinni brúna að línu alveg jafn langt. Eins og þetta 41 centimetr eða 40. Sko, maður tekur bara tómustokk, leggur hann hérna ofan á og í þessu tilfelli þetta 41 cm eða 410 millimetrar, þetta í millimetrar hérna, en við skulum segja bara 41 cm, þá myndi maður gera strikið á 20,5. Já, bara með tómustokk, maður leggur tómustokk brúnina hér og hinum megin og svo les bara af hvað þetta breytt. Og segjum það að þetta sé 41 cm breiddin sem við sjáum á tómustoknum, að þá línan hérna, hún akkurat í miðjunni eða 20,5 cm. Já, það bara helmingað, stykkið helmingað og stykkið helmingað hérna hinum megin og svo striku lína. Síðan, að því að þetta svona svipað eins og línulegu verkefnið, að stykkið ekkert vinkilrétt, þannig að þá getum við ekki verið að mæla hérna, heldur mælum við á línunni, miðjuna. Við fáum akkurat miðjuna á línuna og þannig að fáum línuna hérna akkurat á miðjuna, svona þessi samansmerki því að þetta jafn langt hingað frá striki og hérna, þetta sem sagt akkurat miðjan. Og þið mælið það með tómustokk, leggið bara tómustokki hér, lesið hér af og í þessu tilfelli væri þetta 30,5 frá þessari hlið hérna og hingað. Síðan aftur notum við vinkil til þess að mæla vinkil rétt á þessa línu og strikum svo línuna. Við getum strikað hana stutt fyrst og nota svo réttskeið og strikað hana alla leið. Þá eru öll þessi horn og ef þið eruð í grunnteikningunum þá vitið það, þá þetta 90 gráður allt saman, öll hornin. Þannig að við notum vinkil, ekki að mæla hérna, heldur notum við vinkil. Síðan þegar við erum búin að finna þessa línu, við teiknum stjörnuna hérna inn á. Þá mælum við frá miðju 70 í allar áttir og strikum strik. 70 í allar áttir. Þetta 70 millimetrar eða 7 centimetrar. Þetta allt saman í millimetrum. Þannig að þetta 7 centimetrar og þetta 22 eða 220 millimetrar. Svo mælum við á langveginn, það sem stykkið lengra, þá mælum við frá miðjunni og hérna út og strikum 22 centimetra
og þið ráðið því hvort þið skrifið 22 cm eða 220 mm. Ha. Já, nei, ég á eftir að gera það. Ég er að mæla hvar stjarnan kemur til með að vera. Þannig að þá mælum við hér 22 cm, hérna 16 cm upp og stríkum og hérna 16. Þannig að það er 16 og 16 frá miðlínu á mjóri kantinn, 22 á langa gattir í sitthvora áttina, en 70 eða 7 cm á öll stríkin. Þetta kemur svona bara eins og ég tíundaði þarna. Síðan strikum við þess að frá hérna 22 niður í 7, alltaf háatalan niður í lægstu tölu, 16 niður í 7, báðar áttir og hérna, og það er 22 í 7 og 7 í 22. Svona strikum við og þá voru komið með stjörnuna. Og síðan sem þetta notum við reskið, leggjum hann alltaf hérna megin, þannig að við sjáum alltaf stjörnuna og skerum eftir reskiðinni hingað akkurat í punktin. Skerum þetta hérna í allar áttir, hérna og hérna. Þá tökum við þetta hérna stykki alveg úr. Já. Sem sagt að þegar við erum búin að stríka, þá tökum við reskið, leggjum hana hérna megin ofan á og svo skerum við með dúkahníf eftir línunni og eftir reskeiðinni, brúninni. Þá erum við að skera ofan í dúkinn, svona svipað eins og við gerðum í línunum dúknum til þess að fá marka ofan í hana. Skerum svona 2 til 3 sinnum, hérna ofan í dúkinn og hérna og hér. Og þegar við erum búin að skera ofan í alla línunar, að þá brettum við þetta svona rétt aðeins og skerum alveg í sundur. Og já, við skerum miðað við teiknum við línunar. Skerum eftir línunum og höfum reskeiðina liggjandi hérna ofan á. Já, þetta er svona svipað í línulegum verkefninu, að þá förum við bara með dúkahnífinn og skerum svona 2-3 sinnum til þess að fá skurð ofan í dúkinn, til þess að við getum brett hann saman og skorið svo alveg í sundur. Sem sagt, eftir reskeið skerum við dúkahníf ofan í dúkinn og förum með dúkahnífinn svona 2-3 sinnum og síðan brettum við þetta og klárum að skera alveg í sundur. Jú. Ég sagði hérna er punktur. Og hérna er punkturinn frá 22 cm í 7 cm, frá 7 cm niður í 22 og sama hérna frá hérna 7, nei frá 16 niður í 7 og frá 7 niður í 16. Svona teiknum við þetta. Og þá er minni hætt á því, ef maður teiknar þetta áður, þá er minni hætt á því að maður skeri eitthvað vitlaust. Því það er svona einstaka sinnum sem að nemendur hafa verið að teikna hingað línu. Og þá sér maður það áður en hann byrjar að skera. Hún á alltaf
hærri tölunni niður í 7. Og hærri tölunni niður í 7. Já. Og svo þegar við erum búin að skera þetta úr, þá myndi þetta líta svona út. Þá sæir maður bara í gegnum dúkinn. Og fengjum við svona dúk, dekkri heldur en hinn, ákveðin bút, sem að við límum undir stykki sem við erum búin að skera hér úr. Þess að það liggur hérna undir og við límum þetta með 200 teipi. Þannig að þetta límist fast. Og svo sker maður eftir brúninni með dúkarhnífnum, sker eftir brúninni með frá hérna og hér og hér og hér. Allir 4 kantarnir. Og svo að síðustu, hérna kemur hérna einhvers staðar. Já. Svo þegar maður búinn að skera þetta hérna, þá sker maður hérna svona horn í horn. Frá úthorninu hérna í úthorninu hérna. Og þessir hérna flipar takast í burtu, skornir í burtu. Já, fyrsti liturinn, hann límdur undir þetta stykki sem við erum búin að skera hérna úr. Eins og sáu þarna, þá var þetta svona ílátt stykki, en nú liggur það hérna undir og límt fast, þannig að það fari ekkert af stað. Og þá skerum við hérna með dúkarhnífnum, með brúnunum, hér og hér, hér og hér, og síðustu tökum við hérna frá horninu hérna, niður í horni hérna, og frá horninu hérna og niður í horni hérna. Og svo þetta skorið utan af, þannig að, já, hann bara teipar undir, svona með 200 teipi, þannig að hann liggur alveg fast, þannig að það fara ekkert af stað þegar ég verið að skera og snúa því. Þannig að hann límdur undir fast. Svo þegar maður búinn að skera þetta, þá tekur maður hann og sker utan af. Ja. Og þá fer þetta hérna í burtu. Og þegar við værum búin að skera það og leggja hérna honni, þá myndi þetta líta svona út. Ja. Þá kemur hinn liturinn hérna. Og það sama. Við tökum svona millilit. Hitt var grunnliturinn var ljós og og fyrsti liturinn var dökkur, þannig að þetta svona millilitur, þannig að þetta komi skýrt allt saman fram. Og það sama, maður tekur þennan bút og maður límar hann undir, þannig að þá hann hérna undir þessum hérna dúk og þessu hérna. Og hann sama að teipa svona á 4 stöðum hérna með 200 teipi, þannig að sem að límast alveg fast. Og svo sker maður þetta hérna eftir öllu þessu brúnum. 4 línur. Og þá fer maður sker svona kannski 2-3 sinnum svona eftir og látum hnífinn leika eftir brúninni. Og þegar við erum búin að því, þá tökum við þetta stykki og skerum það alveg til. Og þá getum við sagt það að þarna og ef maður tæki öll stykkin í burtu, þá þetta dekkri stykkin, þá kæmu þau hérna, þá lítu þeir svona út, kæmu hérna og þetta hérna. Og þegar allt komið, þá lítur þetta svona út. Já, já. Já.
Já, skrifið það bara, ég skrifaði það fyrir ykkur, ég skrifið það bara í lokin, eins og stendur þarna. Þetta bara svipað eins og í línulega verkefninu, þá bara bárum við líf á og settum þetta á plötu og svo þegar við vorum búin að nutta yfir, þið getið bætt við ef þið viljið, svona svipað eins og í línulegum, og síðan skerum við utan á þess, setjum efnið á hvolf og skerum ofan í og klárum svo að skera með plötunni sem við erum að líma þetta á. Þannig að þið getið skrifað þetta bara eins og ég skrifaði þetta. Ég var ekkert að tíunda það neitt frekar, því að það kemur ekkert fram í þessu vídeói. Já, og það er eins og segir, þessi liðir sem að koma fram hérna í mailinu, sem ég var að senda ykkur, að þið eigi að skrifa það, hvernig þið helmingið. Já, einmitt, já, það er allt í lagi. Já, og tíundaði bara hvernig það er gert, það er flott. Það er allt í lagi, það má taka það svolítið. Og svo er bara síðasti liðurinn, hann má bara standa eins og hann er. Jú. Herðu, þarna segjum við þetta hérna. Gott. Já. Herðu, þá hérna bara þeir sem ekki eru búnir, þá bara drífið ykkur að skrifa og ég verð hérna til staðar ef að þið þurfa að spyrja einhverju. Þannig að allir alveg á kafi að skrifa. Jú, það er bara svoleiðis, þetta er bara verklýsing. Eins og, þetta er bara verklýsing svona svipað eins og með línulegum og veggfórið. Að þessi punktar, hvað segirðu? Sko, á sama stað og venjulega, við hérna, yfirliti. Já, og svo bara skilar þessu hérna. Já, þið sáu þetta ekki reyndar. En það er bara þarna undir veggfórun og dúglögn. Þar skilið þessu inn á sama stað og hinn verkefnin. Og ef þið náðu ekki að skila því inn svoleiðis, þá sendið mér bara í tölvupósti. Já. Kíkja það. Þarna fyrsti, já. Þarna sko, þarna dúkurinn að hann var ekki nema sko eins og sást þetta, hann var 41 x 61 cm en ekki 50 x 25. Já. En þetta var helmingar það og svo já. En þarna já. Herðu, bættu við þarna undir að strikið á mjórri, ég hef ekki tíundað það, þarna strikið á mjórri hlutan á að takast með vinkli. Það er mjórri lína, styttri línan, þegar maður mælir í miðjuna á línunni sem maður er búinn að taka eftir endilöngu. Þá mæltum við þarna
og ég ætla að já, reyndar ég kom ekki með þá spurningu en samt sko þarna eins og kemur fram á vídeóinu hérna að ég ætla að sýna það hérna aftur. Já. Nei, bara þarna fyrir neðan það sem þú ert þarna með 25x50. Já, nota vinkil til þess að þarna maður leggur vinkil hérna ofan á. Byrjuðu þið sjá þetta, já, hérna. Já, þá leggur maður vinkil hérna til þess að fá þetta í 90 gráður hérna. Maður helmingar þessa hérna línu svo, hérna, og setur vinkil og strikar. Já, það er allt í lagi. Já. Já, skila þess aftur. En þið hinni farið bara að skrifa og hérna nei, þetta er seinasta verkefni. Þannig að þegar þarna þið eru búin að skila þessu og ef að þarna að þið getið líka spilað vídeó til að fara svona í gegnum það. En þarna já, flott. Heyrðu, maður sjá. Við erum að fara út úr þessu. Það gæti verið að ég gæti tekið einhvern annan bara svona og svo tilbaka. Það er komið. Flott. Heyrðu, já, þá ert þú búinn og þá þakka ég bara fyrir. Já, bara fyrir önnina og þá ertu búinn bara hjá mér. Því að þetta er síðasta verkefnið og þannig að þeir sem að klára öll 4 verkefnina, þeir þurfa ekkert að mæta aftur. Já, bara takk. Þú ert búinn að vera ötull í þessu. Segjum það. Bless. Já. Ára varmi. Þannig að ég er búinn að fara yfir þetta, en ég veit ekki hvort að þú hefur heyrt það sem ég var að tala um, hvernig þú komst inn. Þá ég sendi póst og eins líka er það þarna inn á þarna bæði póstinum og sjá hérna nei hópur 1
Þarna, já, ætla að linka þessu hérna. Sko, hérna. Það ætla að bæta hérna við líka. Hérna er það sem á að koma fram. Og hérna getið þið bara skrifa þetta hérna. En, já. Og þú getur hort á vídeóið. Þannig að, en hérna í lið númer 2, þá á að koma líka fram hvernig maður tekur, maður byrjar á að taka miðlínu sem sagt eftir endalöngustykkinu og síðan finnur maður miðjuna á því og tekur með vinkli svo á þá línu. Þannig að ég ætla að rétt aðeins að sýna það bara aftur og fara ekkert á milli mála. Nei, ekki vera hér. Ó, það hérna einhver starf á baku við. Sko. Þegar maður finnur þessa hérna línu sem þvert á fyrstu langlínuna sem við gerðum, þá leggjum við vinkil á línuna og strikum svo eftir miðjunni. Við finnum miðjuna hérna á línunni, þá er það jafnt bil beggja vegna og þá leggjum við vinkili hérna eftir og strikum. Ég bæti þessu við. Ég hef gleymt því að tíunda það. Og svo bara skrifið þarna